Góðan dag og velkomin í Gunnar Brassar. Jæja, þá stór helgi búin. Ég fór á prjónagleðinni á Blönduósi. Það var 10 ára afmæli prjónagleðinnar, þannig að þetta var mikið fjör, mikið gaman og margt sem hægt var að skoða. Þetta var í 10. skipti sem að prjónagleðin haldin, þannig að þetta var afmælisár. Og ég las að einhvers staðar að það hefði verið 700-800 manns sem komu þarna. Þannig að það ekkert smá fjöldi. Það var alls konar í boði þarna, meðal annars nokkur námskeið og svona, en ég ákvað að sleppa því. Fara ekki á nein námskeið, vildi frekar bara njóta þess að vera þarna. Í fyrra fór ég og þá kenndi ég 3 námskeið og gerði nú mest lítið annað en það. Þannig að ég hugsaði bara, nei, nú ætla ég bara að njóta þess að vera þarna. Ég hélt 1 fyrirlestur. Og ég tala hann núna á eftir. Á leiðinni norður, þá kláraði ég hönsistrikkpeysuna mína. Það að segja, ég var búin að prjóna hann og allt það, en ég átti eftir að setja borða hérna inn í peysuna til þess að fela sárið. Og ég fann hérna svona gamla borða sem mér hefði verið gefnir fyrir mörgum árum og ég ákvað að skella þeim hérna á í. Þannig að ég satt í bílnum og saumaði þá niður. Svo var nú bara svo heitt þarna helgina, þannig ég var ekkert mikið í þessari peysu. Rétt aðeins á laugardeginum og svo bara var henni pakkað niður. Hún var of hlý svona til þess að vera í inni. Ég allavega ánægð með þessa. Og nú spurning hvort að ég ætla að eiga hana eða hvort að Berglind fá hana. Þegar ég var að gera hana að þá gerði ég ermarnar svolítið þröngar. Það að segja, þú veist, þær allt í lagi á mér, en ég get ekkert verið í neinni, hvað segir maður, flík sem með ermum undir. Þetta allt í lagi ef maður bara í stutterma eða ermalausu. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið svona snollað. Þannig að ég jafnvel að spá í að gefa Berglindi, þegar hún alveg til í að fá hana, og gera mig bara aðra. Á leiðinni heim, þá var ég að prjóna hérna peysuna. Nei, þetta ekki peysa, þetta jakki. Ég sýndi ykkur hérna bakstykki seinast. Ég búin með framstykkin og að klára ermarnar. Ég búin með ermarnar upp á höndum, báðar, og nú á ég bara þá eftir að gera hérna laskan. Og koma þessu öllu saman og ég að fara á morgun norður í Hrútafjörð í sveitina og Berglind ætlar með. Þannig að ég hugsa með gott til glóðarinnar, þá hef ég hann á staðnum og get bara máta þetta algjörlega á hana og fundið út þarf ég að breyta kannski framstykkinu, þarf það að vera lengra eða þú veist þannig að þetta passi á hana. Þannig að ég ætla að klára þennan jakka núna á næstu 2 dögum. Enda styttist í brúðkaupið. Það eftir viku, 17. júní. Þetta verður eitthvað. Ég fekk líka annað verkefni í tengslu við brúðkaupið. Hún fór að tala hana vantaði gestabók. Og ég bauðst til þess að sauma gestabók fyrir hana, að það þetta klæða bók. Og að fara að gera það núna. Og geri það bara helgina. Já, ég hélt sem sagt fyrirlestur á prjónagleðinni á laugardeginum. Ég ákvað að bjóða upp á fyrirlestur sem heitir Skapandi útsaumur í prjón og textíl. Það að segja, ég vildi ekki bara einskorða mig við prjónið, heldur að hafa líka, þú veist, að því það náttúrulega mikill útsaumur sem hægt að gera í alls konar flíkur og alls konar textíl. Og ég var búin að undirbúa það og var með svona myndasýningu, jafnframt því að sýna pröfurnar sem ég var með. Og ég var svona að fá fólki til þess að, hvernig ég segja þetta? Já, markmiðið mitt var svona að fá fólk til þess að ekki vera hrætt við að sauma út
og ekki þurfa endilega að vera með ákveðna mynd eða ákveðið, þú veist, fyrirfram hvað þau ætla að gera, heldur leyfa svolítið líka bara sköpuninni að svona leiða ferlið. Að þeim leiðum að fyrir að vinna eitthvað svona í höndunum að þá koma upp hugmyndir. Og ég held að mér hafi tekist það. Allavega voru nokkrar hannar sem að töluðu við mig á eftir og lýstu ánægju sinni með fyrirlesturinn sem ég var mjög þakklát fyrir og sagði, ok, nú ætla ég að fara að sauma út. Nú sé ég að þetta hægt að gera. En ég var sem sagt, hafði saumað út í 3 skyrtur, meðal annars. Og hér er hörskyrta sem ég er búin að ganga í 1 ár eða svo og ég ákvað að setja svona stykki aftan á. Ég veit ekki, þetta er stykki sem að ég þrykkti á fyrir 15 árum síðan, tíminn svo fljótar líða, saumaði aðeins út í nokkra fleti og svo saumaði þetta niður í höndunum með þræðisspori og svo sett ég fræhnúta. Það getur vel verið ég sauma eitthvað meira í hana. Það kemur bara ljós. Það er bara skemmtilega við útsauminn en maður getur alltaf bætt við ef manni sýnist svo. Svo var það þessi. Ég var byrjuð á að setja svona stykki og þræða í. Ég var ekki sátt við það þannig að ég rekti það upp og þá fór ég að byrja hvað á ég þá að gera. Þá ákvað ég að hafa svona hringform á öðrum helmingnum á framstykkinu og saumaði svo þræðisspor þar á milli. Og fyrst ætlaði ég bara að gera smá, svo fann ég út að það þurfti aðeins meira og bætti við. Svo er setti ég vasa. Þetta er svolítið skemmtileg mynd. Ég var í Helsingi fyrir 28 árum síðan og fór þar í gallerí og sá þar nokkra svona myndir eftir listakonu, þar sem hún hafði málað á efni. Ég keypti nokkrar og hef alltaf geymt þetta af því ég ætlaði alltaf að gera eitthvað spes. En ég hef aldrei fundið það verkefni. Þannig ég sagði, nei, Gunnlaug, nú er kominn tími. Var að spá í fyrst að setja aftan á. Svo nei, mér langar ekki alltaf að vera með eitthvað svona kassaform á bakinu. Þannig að ég ákvað að setja það sem vasa Og ég bara þræddi hann niður. En það líka á þetta ekkert svo sem að þetta er bara puntvasi. Ég ætla ekkert að vera að geyma eitthvað í þessum vasa. Svo fór ég að sauma út í gallaskyrtu. Ég átti gallaskyrtu sem að ég er búin að eiga í nokkur ár og hún var komin í hengla. Og þar notaði ég gamlan útsaum í bakið og saumaði svo eitthvað svona að framan. Mér langaði að gera eitthvað allt annað núna og var svona að vandræðast með hvaða efni ég ætti að nota og svoleiðis. Ég var búin að finna mér til búta sem ég var að spá í að nota í þetta. Svo var ég því ég var að leita að þeim bútum og þá rekst ég á svolítið flott. Eða það er að segja, ég fann búta úr kjólunum hennar mömmu. Mamma dó fyrir 20 árum síðan, rúmlega, og ég geymdi svona búta úr kjólunum hennar sem að hún var svo mikið í. Og því ég ætla alltaf að gera eitthvað úr þessu. Og þetta var svona hennar hversdagskjólar, en þetta var sko kjóllinn. Þetta var kjóll sem að hún átti þegar hún var ung. Örugglega verið í honum þegar hún hitti pabba. Og ég hef gert púða og það sem ég notaði þennan og svona og gefið okkur, gaf systrunum mínum svona minningapúða. Þannig að allar ættu part af kjólnum. En allavega, þetta fann ég og ég segi, ok, þetta vil ég nota. Og ég ákvað að klippa út blóm og sauma á gallaskyrtuna þegar ég var
búin að því að þá fannst mér vanta eitthvað svona í miðjuna og þá fann ég hérna blúndu sem að mér fannst bara að passa ágætlega við og þessa blúndu lita ég fyrir mörgum árum. Já, og svo hafði ég keypt svona silkisari lengjur á Knitting & Stitching sjá þegar ég hef verið að fara að þanga þá eitt sem alltaf með bás þar með svona indversku garni og alls konar vörum og ég hef keypt nokkrar, kaupi svona 2-3 ár í hver skipti sem ég fer á sýninguna nema hvað ég hugsaði, nú komin tími til þess að nota og þá notaði ég hérna þetta og nú ætla ég að sýna ykkur. Þannig að saríinn kemur hérna, ég ákvað að tengja þetta svona með hérna línunni og setja svo blóm hér og þar og laufblöðin voru þá úr kjólnum og já, svo saumaði ég út í blómin mismunandi, þau voru ekki, ég notaði ekki sömu spor í öll blómin þannig að þetta svona sitt á hvað og svo þegar ég hérna var að setja laufblöðin á að þá fór ég að hugsa að þetta fer nú alveg örugglega illa í þvotti og líka bara við hérna að það raknar svo upp eins og ég sjáið þetta auðvelt að rakna upp þannig að ég fór með það í saumavélina og siksakkaði hérna niður brúnirnar og svo læt ég að ganga hérna yfir á framstykki líka. Ég veit ekki hvort ég ger eitthvað meira við þessa skyrtu, eins og ég segi, ég get alltaf bætt við. Ég var að spája hvort ég ætti kannski að, hérna þetta, það endar hér. Já, ég var að spája hvort ég ætti að láta þetta fara hér og yfir á framstykkið og setja þar blóm líka. Ég hef svona hugsað þetta. Ég get alltaf bætt við, það ekki málið. En mikið ég ánað að finna verkefni fyrir þetta hérna. Já, eins og ég segi, ég búin að geyma þetta og alltaf hugsa að þetta verði fyrir eitthvað sérstakt. Og ég búin að finna það núna. Og mér þykir rosalega vænt þessa búta og það að ég hafi sett þetta í gallaskyrtuna því þetta skyrta sem ég nota dagsdaglega. Já, aftur á prjónagleðinni. Ég fer svolítið svona fram og tilbaka núna í þessum þætti. En allavega, það var mikið að skoða. Garðtorgið, það var fullt af fólki sem var þar með að selja vörur sínar. Og þar hitti ég Ingibjörgu sem með ullavinnsluna Urður. Og hún var að opna hana, held ég fyrir ári síðan, í Dölunum. Og ég átti gott spjall við hana. Og ég spurði hvort ég mætti koma í sumar og taka viðtal, og leyfa ykkur að sjá líka. Þannig að fá að koma í heimsókn og fræðast meira þetta og svona sjá hvernig þetta fer allt fram og svoleiðis. Og hún tók mjög vel í það, þannig að ég ætla að koma við hjá henni einhvern tímann í sumar. Ég keypti eiginlega ekkert garn. Ég náttúrulega skoðaði alla básana og fiktaði í alls konar garni en ég ákvað að sleppa því núna, halda bara að mér höndum og ekki kaupa neitt. Af því ég hefði nóga verkefnum og ætti alveg slatt af garni. Þannig að það var ekkert mikið sem bættist við í töskuna á leiðinni heim. Sem bara fínt. Af því ég var ekki búin, ég hafði hugsað mér að vera kannski búin að ákveði eitthvað verkefni eða eitthvað svoleiðis, hafði ekki tíma til þess, þannig að ég ákvað bara að sleppa því að kaupa. Ég held að ég segi þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.